Góða kvöldið. Það var hljóð, það er tekið upp það sem gerist í kvöld á þennan síma sem er þarna. Það glemdist að taka auka hljóðnema með. Við erum búin að segja fyrirlesaranum frá því, en þess vegna tölum við svona hægt og rólega og skýrt svo allt heyrist vel. Fyrirlesari kvöldsins er Sæmundur Þorsteinsson. Þú mátt alveg standa upp og sýna þig. Menn halda það Sæmundur sem venjulegur Jón sem kennir í háskólan. Er ekki allir sem halda það? Ég skrifa nú hjá mér hérna ferilskrána hans. Lengri en gengur og gerist. Ég ætla bara að lesa smá part úr henni. 1975. Síðan 50 ár. Þá hérstu próf. 51 ár, það verður það. Já. Það er númer sko 90. Já, hann er með sko. Það gerir ekki allir betur, ekki margir. Eitt merkilegsta sem hann tók þátt í er mér sagt. Það kom grein það í CQTF að 1977 fór hann með félögum sínum í expedísjón á Flatey í Breiðafirði. T4F, passar þetta? Já. Og til heimildarnáða minni nokkuð örugum þessi. Þetta var vel gert. En eins og það hafi nú verið nóg, þá fóru þeir árið eftir á Víbon bíl. Það er eigandi Víbonsins, hann var hérna á hann. Já, hann var Matti þetta, hann átti Víbon og þeir gerðu það Kirkjubæjarklaustri og þar settur upp stöðuna TF6M og óperuðu þaðan út í heim. Gerði það mjög vel. Hann var sett einn af þessum leiðangosmann. Þannig að þið sjá að hann er ekki venjulegur Jón. Svo er mér sagt líka að þess að ég hafi séð að fenginis að hann sé jafn vígur sem operatör bæði á morsi og tali. Það ger ekki allir, ekki ég til dæmis. Hann er flinkur mælitækjamaður og hefur unnið í þessu fagi í fjölda ára og alla sína hundstíð og kemur hérna með gott sett af búnaði og ég er mjög spenntur að sjá og heyra hvað hann hefur að segja. Skulum klappa fyrir fyrirlesara. Þakka þér fyrir, Andrés. Þetta voru alltaf falleg orð. En ég var beðinn að tala um mælitækni radíóamatöra. Setti saman nokkra glærur og kom með svolítið af svona búnaði. Ég ætla bara að byrja hérna á glærunum. Þetta er svona það sem ég ætla að tala um. Ég verð að tala svolítið um smithkortið vegna þess að það er svo til ljósið að detta út. Við tókum út rétt smá stund. Já. Það er svo til dæmis þessi mælitæki hérna sem er orðið mjög útbreitt og vinsæl, hérna VNA, þau byggjast alveg á þessu smithkorti. Það að skilja það sem að þau segja, byggist á að skilja aðeins hvað smithkortið segir okkur. Þess vegna ætla ég að segja ykkur aðeins um það. Þau gefa okkur líka svo kallaða S-stika eða S-parametra sem ég ætla að segja ykkur örlítið frá. Svo ætla ég að verja talsverðum tíma í fjölmælana. Glemdi ég nú að setja þá hérna inn á. Þarna er nú minnst á fjölmæli vegna þess að ég er með tæki sem er sambyður fjölmælir og sveiflusjá. Svo ætla ég að segja ykkur frá rófsjám sem heitir Spectrum Analysis á ensku og sýna ykkur hvernig maður notar svona SDR-tæki eins og þetta til þess að búa til rófsjá. Og að ganni tók ég hérna QRP-transíus sem já, ICOM 703 til þess að búa til merki. Svo við getum skoðað á sveiflusjánni. En fjölmælirinn, hann er líklega það mælitæki sem að ég myndi síst vilja vera á. Og hann er sem sagt, ég er búinn að eiga fjölmæli nokkurn veginn, já sennilega síðan ég byrjaði í þessu og það hefur nýst mér gríðarlega vel að eiga slíkt tæki.
þess vegna ætla ég að verja talsverðum tíma í fjölmiðla. Svo ætla ég að tala þessa VNA eða Vector Network Analyzer, segja frá smitkortunum, tala greining á loftneta og loftnetum með slíku tæki, skoða sveiflusjá, við skoðum bara orsmerki, ekki SSB að þessu sinni, og síðan tala prófsjónarins. Svenni. Sæll. En fjölmælinn sem sagt rosalega nytsamlegt tæki sem að hjálpa manni í gegnum lífið og allir amatörar verða að eiga fjölmæli. Helst eiga öll heimili að eiga fjölmæli, það er mínu viti. Það er hægt að fá mjög ódýra fjölmæla eins og til dæmis á Amazon og AliExpress, Banggood eða eBay eða hvað þetta heitir nú allt, kannski Temu líka. Og þeir ódýrstu kosta innan við 20 eurur og við fáum ágætan fjölmæli fyrir 50 eurur. Það er líka hægt að kaupa fjölmæli í búð á Íslandi, í Íhlutum, Reykjafelli, Rönning, Smith & Holland og svo víðar. Grunnmælingar með fjölmæli eru spennu, straum og viðnámsmæling og það er alls konar aðrar mælingar sem eru líka mögulegar eins og tíðni og rýmd. Þeir geta haft stórt mælisvið, spanna frá mikrovoltum upp í 1000 volt, frá mikroamperum upp í 10 ampere, viðnámsgildi upp í 20 megaóma, en margir eru þó kannski miðaðir við millivolt eða milliampere, svona þeir ódýrustu. Stundum velur mælirinn sjálfur mælisviðið og stundum er hægt að stilla það sjálfur og stundum er hvort tveggja mögulegt á sama mæli. Svo er það þannig með útgerðarmæla að þeir sýna ekki svokallar RMS-gildi. Það er að segja virka gildi spennuna sem við höfum áhuga á. Til dæmis þegar einhver segir við ykkur það eru 230 volt hérna í þessum tengli, þá er það virka gildið á spennunni. Toppgildið er kvaðratrótin af 2 sinnum virka gildið sem er 325 volt. Og maður gæti alveg lent í því að kaupa ódýran mæli og mæla hérna spennuna og fá 325 volt út úr því. Það vill maður helst ekki. Þess vegna mæli ég með því að við eyðum pínulítið meiri peningum til þess að fá trú RMS. Fjölmælir mjög mikið notaðir til að prófa hvort að leiðni sé fyrir hendi. Til dæmis ef maður er að smíða einhverju rás og hún virkar ekki, og þá getur maður notað þessa leiðnimælingu fjölmælana til þess að athuga hvort að einhver leiðni sé til staðar eða sem á að vera til staðar eða leiðni sé til staðar sem á ekki að vera til staðar. Þetta er kallað continuity test á ensku. Og flestir mælar, eða eiginlega allir, þeir geta vælt þegar þeir verða varir við að það sé leiðni. Þetta er mjög þægilegt þegar maður er að búa til tæki og ég ætla að hafa smá demo fyrir ykkur. Þetta er svona mælirinn sem ég gaf sjálfur mér þegar ég var 60. í afmælisgjöf. Hann kostaði rúmar 200 eurur. Hvað er þetta? Ég er rosalega ánægður með hann. Hann er Bræmen, heitir hann. Og hann er sem Þetta er ekki áður. Nei, þetta er samt þekkt fjölmælamerki. Og það er að setja hann þarna til sýnis. Þetta flúk? Nei, engin flúk. Ég á ekki nóga peninga fyrir flúk. Það er engin nógu pjartaður hérna til þess að vera vesenast í flúk. Það eru fínir mælar. Ég keypti minn Bræmen af EVF-blokkinu hjá Ástralanum okkar. Já. Þannig að þetta er orðið merkjavara hjá mér. Nei, það er ekki. Þetta er nú 2 IB og flúk á það hefur beinast ágætlega.
Hvar var ég nú með þetta? Hérna. Þarna sjáum við mælinn, en tölvan hún hérna, hefur þetta allt spegil. Eins og þetta væri, þið myndu horfa á þetta í gegnum spegil. En það verður bara að hafa það. Tölvur. Það er ljótur fyrir bærin. Það segir sent. Ég vil bara loka þessu. Og þessu. Nú sjáu þið. Og þegar þá heyrið þið hvað gerist. Og svo er ég búinn að búa til hérna svona dæmigerða Menntaský. Þú ert að logga inn. Vantilega í farsímanum. Nei. Djöfullinn er þetta. Það er ekki gaman þegar tölvan tekur völdin af manni. Nei, það gerir snóst. Og allir þessi fíni póstur sem gáður, sem allir geta að lesa. Með AI. Og það er ekki hægt að drepa þetta. Það var ekki djúpulskýt. Eftir að kvölds. Allir elskar við mútans. Þá bara notuðu fallbyssur á þetta. Það ætlar ekki að láta ná sér einu sinni. Þetta gekk. Og ég er búinn að búa til hérna svona leiðni sem að sést alla erfitt með berum augum. Og svo er ég að leita á þessu veróborði, sjáðu þetta er svona veróborð. Lítur svona út. Og þá set ég aðra prófuna hérna á einn stað. Svo strýk ég hérna eftir. Og þarna er eðlilega leiðin sem ég vil hafa, þarna er önnur sem ég vil ekki hafa. Og ég get gert þetta mjög hratt. Hann er ekkert mjög snöggur að birta réttu gildin. Nei, mér er alveg saman gildi. Alveg saman gildi. Ég vil bara fá tóninn hratt. Og þetta er það sem maður á að passa sig á þegar maður kaupir fjölmæli, að tóninn komi nú hratt. Er þetta mótið að mæla transistora eða það? Já, það er Er þetta sama mótið þú notar til að mæla transistora? Nei, þetta er bara ómæling. Já, bara, ok, bara með... Hér er mælir. Með hérna þessu... Það verður á margan hátt ágættur mælir. Og... Ég hef bara hljóð, sko, líka. Það er skamlega. Hann lítur sem sagt svona út. Þannig. Tökum þennan til hliðar. Svona. Þegar ég geri þetta sama með þessu mæli, þar ég að stilla á, já það er stillt á, þá er fyrsti gallinn við hann sá að það heyrist varla hljóðið. Heyrið þið hvað? Nei. Það er ekki. Konni heyrir af því hann er svona nálægt. Og Þetta er varla hlustaðu nú vel, Konni. tíst í mús. Nú ætla ég að gera þetta hérna aftur. Það kom smá. Þegar ég gert það hratt, þá kemur ekkert. Þannig þið testið þetta áður en þið kaupið ykkur fjölmæli. Þessi getur að vera ódýrari. Ég veit ekki hvað þessi kostar. Hann er tiltölulega gamall þess að miklu eldri. Ok. Þá höldum við áfram. Fjölmæli er náttúrulega grundveldur að hafa í öllu sínu, sko. Já, Það er bara... það er sammála.
mæla. Svona. Stundum notar maður fjölmæla til að stilla spennuðu straumgildi og maður er að reyna að hitta á hæstagildið. Og þá eru gömlu mælarnir með nál, þeir eru mjög hentugir í það. Vegna þess að þeir segja okkur bæði aðalega hraðan á nálinni og líka þegar hún er farin að nálgast hérna hæstagildið þá finnur maður svo vel fyrir því. Það gerist ekki þegar maður er með mæli sem bara með tölur. Og þess vegna hafa margir framleiðendur byggt inn svona, hvað er þetta að kalla það? Bar er ekki. Bar, eitthvað? Strikaskalla. Strikaskalla. Já. Segi ég það þarna, já. Já. Þannig að þið þurfið að passa ykkur á að mælinn sem þið kaupið hafi slíka skala. Það eru fræg merki, Flúk, mjög vandaðir og dýrir. Og það er Keysight, sem var einu sinni Hewlett Packard, eða Agilent. Og það er Brymen. Og Hioki frá Japan, þeir eru mjög dýrir og vandaðir. Svo frá Kína eru Möstool, Omon, Coldpeak, Unity og mörg fleiri merki, margir þeirra eru ágætir. Þannig að áður en þið kaupið mæli, googliði eins og þetta hana. Varstu þér í hlutum þessir? Unity fórstfarið, ekki? Hann er vel gott merki, hann. Einhver. Er ekki Eyþór með Flúk eða eitthvað? Er það ekki hlutað? Hann á líka Flúk, jú. Er ekki mörg á síðan og seldi Flúk síðast. Sjálfsagt að Það skekkið af honum umbúðir, sko. Umboðið er einhver fyrirtæki þarna rétt í álverinu. Og ef maður biður afsláttar, þá fer maður næstu engan afslátt. 5% kannski. Jæja, skulum ekki eða tímanum það. Smith-kortið. Það er þróað bandarísku verkfræðingi sem hét Smith. Og það er mjög öflugt hjálpartæki og við notum það til þess að reikna með komplexum tölum sem það einfaldar þá reikninga alveg svakalega. Og það er sérstaklega hentugt til að reikna dæmi flutningslínur, transmissjónlínur. Og þetta er safn af hringjum og hringhlutum í komplexafræðinu og við notum það sem til þess að tákna raunviðnám og þverviðnám eða raunleiðni og þverleiðni. Ég ætla bara að sýna ykkur hérna dæmi þegar við erum með viðnám og þið sjáu hérna hvernig Smith-kortið er, það er þessi ás hérna í gegnum það. Þetta er allt saman rauntölur. Hérna er 0, hérna er óendalegt og í miðjunni er 1 og það þýða 50. Þannig að þegar við erum að búa til aðlögunarás þá byrjum við einhvers staðar hérna út í þessu plani hérna og það sem við ætlum að gera er alltaf að komast einhvern veginn inn í miðjuna. Og nú eigum við flestir orðið svona nano-VNA eða VNA, þessi heitir nano-VNA. Ég veit ekki alveg hvað hann kostar, 100 eurur eða eitthvað svoleiðis. Og með honum getum við mælt impedansinn, eða sýndarviðnámið sem loftnetið okkar sýnir okkur. Er ekki með Smith-kort líka þessi? Svo er Smith-kort hérna á eitt að þessu. Ég ætla að sýna ykkur það eitt. Þá getum við tekið þetta gildi, setta einhver staðar hérna í Smith-kortið. Og ef ég maður rétt, þá er það á næst. Ok. Ég kem að því á eftir. Sendar hafa eiginlega alltaf útgángsviðin á 50 ohm, þannig við viljum alltaf hafa þessi 50 ohm. Kóaxarnir sem við notum er alltaf 50 ohm. RG213, RG8, RG58. Sumur eru 75 ohm eins og RG59. En við erum eiginlega alltaf með 50 ohma strengi. Og við viljum ekki hafa mikla standbylgju á þessum strengjum. Við viljum hafa, það er alltaf lægi að sé einhver standbylgja. Kannski upp í 3 eða eitthvað svoleiðis.
ekki mikið meira. Vegna þess að þá fara töpin að þá fer standbylgjan að valda töpum sem við viljum helst ekki. Þetta er náttúrulega 1 á móti 1,3 eða 3? 3. 1 á móti 3, það er vitleysa. Þið megið ekki tala svoleiðis. Það er engin standbylgja getur aldrei verið minn en 1. Per definition. Það er 1,3 sko. Aðlögun loftnetsasendi, það má laga standbylgju með aðlögun loftnetsalínusendi. Þetta kallum við tuner, Antenna Tuning Unit eða ATU á ensku. Og það er best að hafa aðlögunarásina upp við loftnetið. Þannig að þá er engin standbylgja á línunni sem eftir inn í sendin. En það er hins vegar allt í lagi að hafa aðlögunarásina nálægt sendinu. Það bara er ekki alveg eins gott. Það er miklu betra heldur en að hafa enga aðlögunarás. Ok. Þarna erum við konir að þessu aftur. Og það sem við gerum er að lista þarna upp. Við mælum loftnet með þessum VNA, Vector Network Analyzer, þannig að hann getur gefið okkur bæði raunviðnámið og launviðnámið, eða hverviðnámið. Og hérna ætla ég að taka dæmi að ganni mínu. Ég mæli raunviðnámið 140 ohm, raunviðnámið 140 ohm og launviðnámið -J35 ohm. Hvað segir þetta mér strax hérna loftnetið? Er það ekki bara rýmdið, það er stutt? Það er rýmdarkennt. Þannig það er væntanlega of stutt. Það sem við byrjum á að gera er að við deilum með 50 upp í þessu gildi. Þannig að þegar við erum búin að því, þá eru þessi gildi orðin tæk fyrir smithkortið. Og við fáum 2,8 mínus J 0,7. Við finnum þann punkt á kortinu og merkjum hann. Og kannski gerist það núna. Hann kom punkturinn og hann er rauður. Þetta er 2,8 mínus J 0,7. Og síðan myndum við taka sirkil og frá miðjunni og út í punktinn myndum við hérna stilla sirkilinn og síðan að draga hring. Og sá hringur, hann heitir standbylgjuhringur. Og lengdin á honum, hérna, við getum farið með sirkilinn hingað á hann að hverfa. Og þá myndum við sjá, ef við værum nú með þetta á borði og blaði og svona, að þetta gefur standbylgjuna 3. Og svo teiknum við hringinn, hérna, í kringum miðjupunktinn og þá segir þessi hringur okkur öll sýndarviðnám eða impedansa sem sjást á þessari línu. Þannig þá þurfum við bara að ferðast eftir línunni til þess að komast í þann punkt sem við viljum komast í. Það er ekki bara eftir að gera þetta kablistýtt niður og svo hringurinn þarna sem fer inn í inn? Jú. En þú ert lengra kominn, en ég ætla að sýna ykkur þetta betur á eftir. Eða núna, öllu heldur. Nú getum við semst hannað aðlögunarás, annarkvort með blýanti og sirkli, eða í tölvu. Og ég ætlaði nú að gera þetta bara í PowerPointinu og teikna hringinn þar. En það var bölvað vesi. Ég gafst upp á því og ég fann forrit sem gerir þetta. Sem er enda skemmtilegt forrit. Hvað heitir það? Það er frá þessum náungar sem heitir AE6TY og þið finnið forritið á þessu urli hérna og það heitir Simnek, þetta forrit. Og nú ætla ég að fara hérna út úr þessu og ég verður sennilega að drepa þetta bara til þess að við getum séð þetta. Og við sjáum Simnek er hérna. Keyrum það upp.
Tell me more later, hann er eitthvað að segja mér að einhverju þróun í forritinu. Smiðkort afskaplega skemmtilegt áfengt. Þarna sjáum við að við byrjum hérna í miðjunni. Þetta er bara 50 núna. Þið sjáum að smiðkortið er hérna, ekki láta þessa hérna rugla ykkur. Horfið bara á þessa sem eru þessi rauðu sýningar hérna. Og svo raunlínunar. Ég hef búin að setja 14,1 MHz og við erum með 50 Ohm coax og hérna ætla ég að segja hvert álagið er og álagið er, hvað sagði ég, 140. 140. Mínus, jú, 30. Já, 140. Það er þarna. Og hér er þá mínus 35 og jóðið kemur hann á eftir. Svona, og þá sjáum við punktinn, hann er nokkurn veginn á sama stað og rauði punkturinn áðan á smiðkortinu. Og þá sé ég, það er engar leiðir í smiðkortinu sem liggja frá þessum punkti og hingað. Leiðin til þess að komast hingað er eftir þessum hérna hring. Þannig að nú ætla ég að ferðast aðeins áfram eftir línunni, standbylgjuhringnum hérna, þannig hérna, þangað til ég er komin eitthvað hingað. Þegar ég er komin þangað, þá veit ég að ég er hérna með einhvern hérna rýmdarkenndan reaktans sem ég get eytt út með spólu. Þannig að það sem ég byrja að gera er að ég set bara svona línu inn. Hér er lína. Set hana hérna inn á milli álagsins. Settu það á loftnetið okkar. Þetta er loftnetið. Þetta er sendir. Og Hvað átt við með línu? Línu, þetta er bara flutningslína. Þetta er bara coax. Þetta getur verið ekki 58. Hérna. Og af því ég var búinn að æfa mig þá kom þetta í réttir tölu. Segjum þetta hefði átt að koma í 1 metra. Nei. Þetta tala Þá 1 metri var réttartala. Klippa kóaxin í rétta lengd. Já. Ég þarf að fara inn á hann þarna. Semst, ef ég myndi nú segja bara hálfan metra. Fyrirgefiði. Punktur 5. Ég get eitthvað að velja þétti. Nei. Með þétti, þá kemst ég ekkert í rétt átt. Bara með línunni. Kemst í rétt átt með, ég vil fara hingað, sjá þig. Já, þú þarft að fara meira í neikvætt. Já. Nú ætla ég að gera það. Ég var svo heppinn að réttagildið er akkúrat 1 metri. Þá sjáum við að ég er komin. Hér er sem sagt sýndarviðná á línunni sem að getur, ef ég bara bæti við spólu, þá fer ég alla leið hingað inn í miðju. Þannig að nú ætla ég að bæta við spólu. Og það er spóla bara í seríu. Hún er hérna. Hún kemur hérna. Þá sjáum við að spólan hefur eitthvað gildi. Hún er hérna. 564 nanohenry er hún þarna. Það er ekki alveg nógu langt. Þannig ég ætla að prófa 580 nano. Ekki nógu langt. Þá ætla ég að prófa 620 nano.
þá er nú komin fjandinn álagt. Sæmi, getur ekki togað hringinn bara inn í miðjuna og síðan gildið breytast? Þennan? Já. Já, það getur vel verið. Prófum það. Nei, Það virðist ekki vera. þú ert að fara Ég veit ekkert hvað þessi stjarna segir mér. 620, það sem ég var búinn að komast að var að réttargildið var 640. Það var bara. Nano Henry. Já, helviti spólan, já. Kynum við. Einu enni og mikið. Sjáðu þið. Þá er ég rosalega nálægt miðinni. Þetta Þetta verður á 14 megar. Já. Þetta er nú að lítið spóla. Hún er ekki stór, en svo er náttúrulega, þekkjum við allir að það er alltaf vesinn með spólur. Við þurfum að vefja spólurnar, við þurfum að finna einhvern kjarna, við þurfum að finna hvað eru margir vindingar. Spólur geta, það er rýmt á milli vindingana og alls konar leiðindi með spólur. En við skulum samt ekki, það er alveg hægt að búa til spólu fyrir þetta. En við getum hins vegar notað aðra leið, sem er líka svolítið sniðug. Þannig að við prófum hana, ég ætla að henda spólunni í lít. Og ég ætla að ná mér í hérna þessa línu sem er svona sjortaður stubbur af kóalsstreng. Þið vitið það ef að þegar hann er sjortaður í annan endan, að þá, þegar hann er styttri kvartbylgja, að þá sýnir hann, hagar hann sér eins og spóla. Og þá er bara, hvað á þessi að vera langur? Þarna byrjar forritið með 1,8 metri. Það virðist ekki vera alveg nóg til að koma okkur á réttan stað. Prófum 2 metra. Það fór aðeins yfir. Þannig að einhver staðar nálagt 1,9 metrar, þá erum við konir í miðuna. Þannig að þá erum við búin að ná aðlögun bara með því að nota kóaksstreng og ekkert annað. Það er allt 50 og kóaks sem þú Já. En hvað gerist þú breytum og ferð upp fyrir og hringir niður hérna? Ég get farið alveg eins og menn vilja. Reyndar ekki með þessum stubbi, sko. Nei, nú ferðu niður fyrir með línuna, alveg þarna, fyrstu? Ég myndi nú fara, til dæmis hérna, ekki upp fyrir og inn á... segjum bara að ég myndi vilja fara í, ég myndi vilja prófa hérna, það ætti að vera 3 metrar. Þetta fer hann alltaf leið þangað. Það er bara músík. Við skulum þá segja þetta gott, við þetta demo. En þið sjáu hvað þetta getur einfaldað fyrir okkur að búa til aðlögun á loftnet. En þú getur líka að fara upp fyrir og hringið niður inn á punktinn þannig. Já. Það eru fleiri en ein leið. Hvaða gildi Við vitum það að aðlögunarásir geta verið alls konar. Það er hægt að nota, ef maður ættir út tjúnur, getur maður sett bara tjúnur á milli og tjúnaðan eftir VNA. Já. Lestri. Já. Þú bara stillir tjúnurinn þangað til VNA-inn, sýnir er 50. Svo eru þessir S-stikar sem eru mikið notaðar í radíófræðum og á þessum VNA hérna er svo kallar S11 og S21.
Svo er líka til S12 og S22. Það er líka hægt að ná þeim á þessum með því að svissa sem sagt að gera það sem áður var output að inputi og svo og öfugt. Við skulum ekki fara meira út í það. En S11, það er þessi endurkaststuðull eiginlega og við viljum að endurkastið sé sem minnst. Þannig að S11 þarf að vera mjög lítill þegar við erum að búa til aðlögun á loftnet. Við erum að leita eftir því að hafa hann mjög lítinn. Þannig að það er svona það sem ég ætlaði að segja ykkur S-stíkana. Bara hlaupið yfir þetta hérna. Og fara þá í þennan vektor network analyzer. Það er tæki sem við getum tengt við óþekkt sýndarviðnám og mælir gildi þess við margar tímur. Og sýndarviðnámið er samsett úr viðnámum sem er raunviðnám og launviðnám eða þverviðnám. Og við segjum zeta er r plus j x, þar sem x getur verið neikvætt eða jákvætt. Og zeta er eins konar vígur eða vektor. Það eru jú 2 þættir í honum og hann hefur einhverja lengd. Þess vegna er þetta kallað vektor network analyzer. Það er ekki bara skalar network analyzer. Sem getur bara mælt í raun og veru lengdina á þessum vígri. Og þessi nano waffena, VNA hérna sem ég á, það er þessi. Og hann vinnur frá 50 kHz og upp í 3 GHz. Og við sem erum svolítið eldri, við vitum alveg hvað svona græjur kostuðu sem fóru upp í 1 GHz eða hærra. Fyrir bara, hvað ég var að segja fyrir hvað mörgum ára, 20 árum. Þá var þetta talið í tugum þúsunda dollara. Með 30.000 dollara? Núna getum við keypt þetta fyrir, ja það geta allir amatöru keypt þetta. 50 dollara? Þetta er náðist í rauðin það. Nei. Já, ódýrustu 50. Nei, það var alveg niður í það. Hermundur, þegar ég var hjá Símanum, 74, sem ég er talstöðar, þá var analyzer sem náði upp í 400 megagrit og kostaði meira en bílverð. Já. Og þessi VNA, hann sem sagt setur fram sínar mæliniðurstöður á smiðkorti. Þess vegna var ég að segja ykkur frá smiðkortinu. Nú ætla ég að kveikja á honum hérna. Og þið sjáu það hérna. Ég nenni ekki að setja niður þessu dokument myndavél núna. Mér tókst að tengja hann við tölvuna. Þannig að ég ætla að gera það núna. Getur líka tengt á við síma, sagði ég. Og ég hef ekki prófað það. En það myndi það ekki vera neins virði því að síminn er ekki tengdur við skjávarp. Nei. Þá verður ég að drepa þetta. Þetta er mörg dauð áfall. Og fara inn í þetta forrið sem heitir Nano VNA Saver. Er þetta eitthvað sem bara downloadar á netinu? Connect to device. Já. Mér sýnist það. Það tekist. En nú ætla ég að segja hérna 100 meg. Og hér ætla ég að segja 160 meg. Svona. Og það tekur hann smá stund að hugsa. Okay.
Velja svip. Velja svip. Svip. Það bara vill hann ekkert gera. Ég sé ekki með. Sport. Svo ætlaði ég að búa til þetta ágæta 2 metra loftnet sem þið sjáið hérna. Tjaldið það krækir í mann. Já, ég sé það. Heldur manni fastu. Þetta er loftnetið. Þetta átti að vera 2 metra dýpúll. Og hættan. Leit hann bara aldrei byrjað? Jú, hann... Það var nú að þessu aðblessaður kallinn. Hérna. Þá sjáum þið að það er hérna ágætið stipp á einhverju tíðni þarna. Og hver er hún? Hún er 131,2 MHz. Sem bendir til þess að ég ætti að stytta dýpólinn svolítið til þess að koma hann upp á 2 metra. Og við sjáum að endurkastuðullinn, hann er komið þarna í -25 decibel, sem er mjög gott. Og við sjáum líka hérna að hann er bara skemmtilega nálagt 50 ohmum hérna. Reyndar er þetta 75 ohma strengur og VNA miðað við 50 ohm. Þannig það er ekkert skrítið að við fengjum smástandi. Hvað sýnir neðri grafið? Það er þessi S21 sem ég ætla ekki að tala. Það er svona hvernig merkið fer á milli porta. Við getum notað þessa græju til dæmis til þess að athuga hvernig síja hagar sér. Og tengjum við merki inn á síðuna og skoðum hvað kemur út úr henni. En ég ætla að játa fyrir ykkur að þetta demo hefur ekki virkað svona vel hjá mér fyrir núna. Þá ertu búin að brjóta lögmálið. Já, lögmálið er snúið. Lögmál er búið. Lögmál er búið. Já. Ef þú hérna fiktar svolítið í netinu, þá færist væntanlega resonanstíninn til og svona. Já. Er það ekki bara... Að ganna okkar skulum við brjóta þessu upp á. taka hérna aðeins af endanum svona. Já. Það ertu að gera annars svip á. Já. Svona. Og munum tíðnina 131,2. Vonandi er hún hærri núna. Er hann búið? Ekki, það er búið. Já. Og komið hingað? 133, það er ekki meira. Æja. Hvað er viðnámið í resonans? Er það nála 50 ohm eða? Þetta er dýpóll, þannig að það ætti að vera 73 ohm. Tómrúm, já. Tómrúm.
í dómarúmi. Og það er svolítið merkilegt að þetta var einangraður vír og sem þið sjáu þetta var jarðvír og ég fekk miklu lægri resonans með einangruninni heldur en án hennar. Það munaði bara 5 MHz. Ég var mjög hissa á því. En þó að það sé ekki þetta díelektriska efni, þó að það sé ekki meira en bara þessi einangrun, þá hefur það svona mikil áhrif. Það tala með kópi sem breyta vír. Plastið sem er á vírnum. Jæja, þá er það demo komið. Og við höldum áfram. Þannig að þessi Nano VNA, með honum kom 50 ohma viðnám, það kom short, annað þessara short og einhverjir svona smá adapterar og ég held að hann kosti eitthvað 100 €. Þá er það komið. Þá er það sveiflusjá. Hún er mjög skemmtilegt og nytsamlegt tæki og í gamla daga þá dreymdi mann bara sveiflusjá. En það voru bara þeir sem voru vinir einhverja í sölunefndinni sem gáðu sveiflusjár. Núna getum við keypt sveiflusjá sem er þessi hérna. Þessi er dæmi skulum við segja. Þetta er sem sagt fjölmælir með innbyggðri sveiflusjá. Og hún kostaði eitthvað 200 € á AliExpress, kannski 230, ég man þetta ekki alveg. Og þetta er tæki sem er með sem sagt sveiflusjá sem er upp í 200 MHz. Fjölmæli sem er svona skítókalegur. Tíðnitaljara. Sveifluvaka sem ég held að fara í 100 MHz. Já. Þetta er sem það sem hann er með. Það sem ég man í bíli. Það vantar seinna generatorinn. Hann er þarna inni líka. Er þetta hvers konar bylgjur kom út úr honum eða er það bara einn? Sínus. Sínus. Kassi og Ég held að sé kassi líka. Kassi líka. Ég held að sé allir sé algengustu. Já. Svo tókst og svona. Já, það var ekki gera mikið. Nú ætla ég að sýna ykkur hann á Google Meet hérna. Sveiflusjá. Þetta beint svona. Og þá er spurning hvort að eitthvað gerist þegar ég lykla sendiviðtækið. Það er slökkt á því. Vinstra. Við erum bara að heyra tóninn. Og við sjáum þarna þessa sínusbylgju. Og við getum alveg breytt tímaskalanum þannig við myndum sjá færri sveiflur á skjánum. Og takið eftir ef það sést. Hann segir líka hver tíðnin er. Hann segir 14,1 MHz. Þið sjáu það ekki, það er í þessum hvíta ramma þarna og það er spegilskriftaður líka. Ef einhver vill verifæja þetta þá er velkomið að koma og kíkja.
Þú er, En tækið er sem sagt stillt á 14,1 MHz. Það voru eins og mjög frægir menn, þeir voru duglegir í spegilstildinu. Hvað segirðu? Frægir menn voru eins og duglegir og þekktir fyrir að lesa spegilstild. Já. tannlæknarnir. Já, lítið. Hvað keyptur þennan mæli? AliExpress. Og það er mynd af Byttum við hérna ekki að nota það er sérstaklega Guðberg var þetta. Þú kaupir það bara nóg. Þetta er rosalega gott til þess að ef maður er á smíðatæki til dæmis, eða ef maður langar að vita, segjum bara, það verður gaman að vita hvert aflið er sem við erum að senda út. Ég var aðtóða það. Ég er með með hvað? 2 volt á róðursinn. Það verið. Og ef þið myndu nú telja rúðurnar, en ég skal gera það fyrir ykkur. Er ekki storage á þessari söglusjá? Þannig að setja geymar á Það getur vel verið, ég veit það ekki. Það kemur ekki fram bara hérna 50 voltage? Það kemur ábyggilega fram einhvers staðar. Ég sé það bara ekki, en þetta eru 6 rúður og það munu vera, sem sagt, peak to peak er þetta 6 rúður, þannig að peak er þetta 3 rúður. Og 3 rúður sem sagt, og mér sýnist þeirra 2 volt á rúðu, þannig að þetta var eitthvað 6 volt. Það er toppgildið. Þá þurfum við að deila með kvadratrótina 2 upp í það til þess að fá RMS-gildið. 6 deilt með kvadratrótina 2, 4 volt. Og við hefðum það upp í annað veldi og við deilum í það með 50. 0,36 watt. Og ég er með sendiviðtækið stillt á minnsta afl sem það getur ekki. Ef að við myndum nú breyta displayinu aðeins. Ég er búinn að gleyma hvernig ég á að regla aflið. Sæli, kannt þú ekki á þessa græði? Nei. Þetta er QRP. QRP. Ég fann út fyrir því áðan, en nú er ég búinn að gleyma það. Það er allt í lagi. Þannig að við sleppum því anyway. Sæli segir að það er lítið afl, það er bara QRT. Það er svolítið stundu græða. Já. Svona. Getur þið tengt hana líka við tölvu? Það kuð vera hægt, en mér hefur ekki tekist ennþá. En þú er reitt? Já, ekki mjög lengi. Já, svo er að lokum rúfsjóin. Þannig að ég ætla að aftengja vaffina græjuna, hérna, slökk á henni. Hérna, aftengja hana og tengja þennan SDR hérna, sem er SDR sendir og viðtæki. Þetta er Adam Pluto, kostar svona $250. Hann vinnur frá offisíalt frá 300 MHz upp í 3 GHz eða 6, ég maður það ekki. En maður getur 300 MHz. Kílónu? Nei. En maður getur með mjög einfaldri aðgerð
fengið hann til að fara inn í 50 MHz. Maður gæti líka, hann er 12 bita. Maður gæti líka notað svo kallan RTL SDR, sem er bara móttakari. Hann er bara 8 bita, þess vegna er hann með mjög mikið suð. En hann fer alveg niður í, ég man ekki, 50 kHz, upp í 2 GHz. Og hvað haldið hann kosti? 45 tali. Ok, ég held að það væri 35. Það getur vel verið að þessi komin í 45. Er ekki aðralega búið að látt? Er ekki búið að látt alls sem að fara inn á þessa litlu tæki? Jú, þess vegna þori ég ekki. Ég ætlaði að, í raun og veru að hafa demo á því að finna yfirsveiflurnar frá þessu tæki. Setja það bara 28 MHz, finna yfirsveiflu á 56. En ég þori ekki að gera það, af því að ég er ekki með nógu mikla deyfiliði til að... Hvað heldur þú þurfum mikið deyfur í því? 20 decibel. En það breytir ekki öllu. Það sýnir ykkur bara hérna, til dæmis bara Wi-Fi-ið hérna inni. Sendir þessu gauðir út? Já. Ég får setja bara látt um þessu. Þannig að í prinsipinu þá gæti maður nota þennan sem VNA. Bara með réttum hugbúnaði. Hann er ábyggilega til ókeypis á netinu, sá hugbúnaður. Og þessi hérna náungi, alpfer.com, þar getið þið sótt hugbúnað fyrir bæði Pluto og fleiri SDR-a sem að breytir honum í rófsjá. Og hann heitir... Ertu ekki þar? Satt sagan aðnaðist? Er það ekki þessi? Jú. Held að. Það gerir þetta tvísvar, finnst þér það? Kommersiell húsani. Það er ekki bara amatörhús. Jú. Þessi náungi er amatör. Já. Og hann segir að þetta sé, að amatörnum sé velkomið að nota þetta. Maður er að byrja á að kveikja á honum, stundum tekst það. Já. Hérna er maður kominn þá bara með flotta rófsjá. Þetta er rófsjáin hérna. Hérna er maður með rófsjá ásamt svokölluðum tracking generator. Þannig við erum með generator sem er alltaf á sömu tíðni og rófsjáin á hverjum tímapunkti. Og þannig getum við sendt eitthvað merki inn á einhverja síu eða eitthvað tæki sem við erum að testa og þá sýnir rófsjáin okkur hvert viðbragð tækisins er við mismunandi tíðni. Og svo er hérna generator líka svæði, sveifluvaki upp í sennilega 3 GHz. En þið sjáu að það eru alls konar merki hérna. Það getur verið ágætt að minnka þessa upplausnar bandbreidd. Er þetta bara software eða ertu með... Þetta er bara hugbúnaður. Nú komum við hana mjög langt niður. Þetta er eins og í raun og veru svipað kannski og EF millitíðnistig, hvað það er þröngt. Og hún er stillt á 2412 MHz. Þið vitið að Wi-Fi-ið, það er
á bilinu 2400 upp í 2483 og Wi-Fi merkin eru 20 MHz á breidd. Og við kannski græðum lítið á að sjá þetta svona, þá er mjög þægilegt að setja á svokallað max hold. Þá heldur hún alltaf stærsta gildinu. Og þarna eru líklega 2 Wi-Fi merki ofan í hvort öðru. Hérna er eitt, það er alltaf svona dipp í miðjuna og við getum bara fært miðjuna hingað. Þetta er á 2417 eða hvað. 2417. Váfatækið þarna. Ha. Þetta er gegnum þennan litla bæði. Já, þetta er í gegnum Plutóinn. Plutóinn. Það er hann sem er að taka á móti þessu. Ok. Tengt bara við USB. Já. 2417 og spanið er 25 MHz, þannig að hann fer 12,5 MHz sikkur með 2417. Og þá sýnir hann okkur Wi-Fi merki sem er þarna fyrir einhverja hér og enda einhverja hér. Þetta hérna gæti verið blátönn. Einhverja með síma blátönnina í gangi á símanum sínum og gæti hann verið að mæla það og hérna líka á. Ég slekka á því, maður sjá. Það er líklega allir með það í gangi. Sem eru að býsna margir. Það er kannski líklegast að þetta sé ég. Ég er svo nálægt. Þannig ég skal prófa að slökkva það. En þá þurfum við eiginlega að hérna Það er það einhver aflöfur. Ég slökkti. hann heldur ennþá þessum inni sko. Þetta er datorið. Já, ég átti bara hitt aftur og taka svona. Svona. Það er Nei, það er ennþá rælstert. Þannig að ég set bara mína blátönn aftur á. Er þetta önnur birtingamynd fyrir fossamyndina sem það er svo aðgengið við þetta? Nei, þetta er bara rófið, þetta er bara styrkur sem falla á tíni. Þetta hvað er tíðnisvið á þessu? Núna er hann stilltur á 2417 MHz og hann fer 12,5 MHz í kringum það. Hvaða tíðnisvið getur þú notað þetta? Ég get notað þetta frá 50 MHz upp í 3 GHz. Með þessu tæki. Með þessari breytu. Hún getur ekki notað Já, með breytingunni sem er bara, verður að segja, þetta fórið gerði fyrir mig. Sko. Hún getur ekki notað til þess að skoða stöðana. Herruðu. Prófum, hérna, aðtugum hvort að við getum pikkað upp eitthvað á, við förum hérna upp á 29,9. Eitthvað svoleiðis. 29,5, látum það gott heita. Hvað er nú? Þú ætlaðir að breyta powerinn á þeim og alltaf fyrta. Það breytti ég einhverju. Mót, síðdópulur. Þá er þetta rétt við 60 MHz, satt. Slægi hérna í 60 og stóra M, nei, 60.000 þarf það að vera. Því þetta er í kilohertz. Svona. Og spanið getum við haft, við ekki hafa bara 5
Megahertz, það er í megahertzum. Þannig að ít á lykilinn. Kom ekki eitthvað annað? Þetta. Koma það núna aftur. Nei. Það er engin yfirsveifla frá þessu tæki. Alveg hreint. Nei, það er að skoða hérna grunnsveifluna og síðan hérna yfirsveiflu hlutastlega handleggi. Ég kemst ekki niður í 29 með þessu. Það er bara vandamál. Ófengur þegar vandar. En er eitthvað með... Já. Hætta. Ég skal hætta núna. Takk ykkur fyrir góða áheyrn. Já, má ég kannski flytja lokaorði? Hálftíma vestur. Þetta er mjög fróðlegt. Þannig að amateurar geta komið sér upp álitlegu safni mælitækja fyrir lítið verð. Frábæri fjölmælar kosta kannski 200 €, eins og minn. Rófsjá 50 upp í 3 GHz, 250 €. RTL STR kostar 45 €, ég var leiðréttur hérna á hann. Sveiflussjá með fjölmæli og sveiflugjafa 20.000 kall. Ég tekkaði á því áður en ég kom. Nano VNA kostaði 15.000 núna í kvöld og það þakka ég fyrir áhörðina. Það er gott að Það er alltaf sko að eiga síðast orðið. prófa að senda það líka gott að